Martröð í munni. Nikotín og líkamann þinn. Hefur þú heyrt að nikotínpúðar séu frábært stöff, geti gefið þér smá búst, hreinlega gert þig að betri manneskju? Tja, einu sinni þóttu sígarettur frekar töff, því með allskyns markaðsbrellum tókst tóbaksfyrirtækjunum að blekkja fólk til að byrja að reykja. Jafnvel læknar voru gabbaðir til að auglýsa sígarettur sem heilsubætandi vöru. Nú eru annars konar nikotínvörur komnar á markað og sömu brellum beitt. Oft látið líta svo út eins og þú þurfir nikotín til að falla inn í hópinn, vera töff. En hvað eiginlega þetta nikotín? Nikotín eitur sem tóbaksplantan framleiðir til að verja sig gegn skordýrum. Ef það kemst í kroppinn, veldur það ógleði, uppköstum, höfuðverk og svima sem eru allt klassísk taugaeitrunar einkenni. Í miklu magni getur það valdið krömpum og öndunarstoppi sem lífshættulegt. Með þessu líkaminn að senda skilaboð að best sé að forðast þennan ófögnuð. En þó að líkaminn bregðist svona við, getur hann orðið afskaplega háður nikotíni. Þú spyrðir kannski af hverju í ósköpunum byrjar fólk að nota nikotín fyrst það bæði fíkniefni og eitur. Flest prófa nikotín fyrst með vinum sem partur af stemmingu eða til að prófa eitthvað nýtt og spennandi, eitthvað fullorðins. Sum byrja að nota nikotín til að bæta líðan og framistöðu. Aðrir halda að nikotín minnki stress og bæti einbeitingu eða jafnvel að það sé grennandi. Þegar fólk notar nikotín aftur og aftur, ákveður líkaminn að það sé eins gott að aðlagast því. Eitrunareinkennin minnka og nikotínið fer þá að gefa smá kikk. Þetta kikk getur verið varasamt því fólk getur fljótt orðið háð nikotíni. Það svo ávanabindandi að eftir aðeins nokkur skipti eru töluverðar líkur á að nota það ævilangt. Þá kemur upp óstjórnleg löngun við ýmsar aðstæður. Bara það að vakna á morgnana eða að borða hádegismat, kveikir á löngun eða bara þegar fólki líður ekki nógu vel. Það skiptir máli á hvaða aldri nikotín fyrst notað, því það mun líklegra til að breyta ungum heila en fullorðnum og það ástæða fyrir því. Heilinn í uppbyggingu til 25 ára aldurs. Ef þú notar nikotín fyrir þennan aldur, styrkjast svæði í heilanum sem tengjast fíkn og kvíða. Aftur á móti, ef þú lest bækur eða æfir þig í körfubolta eða á píanó, þá styrkjast taugar sem láta þig verða betri í því. Vegna þessara taugabreitinga getur nikotín gert þig líklegri til að sækja í önnur fíkniefni. Og já, fá oftar kvíðan út í magann. Nikotín ferðast hratt allan líkamann og hefur áhrif á líffæri sem hafa svokölluð nikotínsæti, þar á meðal djúpt í heilanum á svæði sem stjórnar hvernig þér líður dagsdaglega. Þegar það gaman, til dæmis þegar þú hittir vini þína eða færðir ís, þá sest náttúrulegt taugaboðefni í sætið í heilanum og við það losnar dópamín sem einmitt stöffið sem gerir lífið skemmtilegra. Þegar nikotínið hins vegar mætir á svæðið, treður það sér í þessi sömu sæti og losar dass af dópamíni. Það bara eitt vandamál. Þessi vellíðunartilfinning endist stutt. Því til að geta tekið á móti öllu nikotínflóðinu fer heilinn að framleiða fleiri sæti. En nú þarf meira og meira af nikotíni til að losa sama magn af dópamíni. Því öll sætin þurfa að vera upptekin til þess. Og nú sætin orðin svo mörg að þitt eigið taugaboðefni dugar ekki til að losa dópamín. Það þarf aðstoð frá nikotíninu. Þegar nikotínið hverfur úr heilanum fær fólk fráhvörf sem samanstanda af einbeitingarleysi, eirðarleysi, pirringi, depurð, reiði, kvíða, höfuðverk og svefntruflunum. Og þá hættir lífið að vera skemmtilegt án nikotíns. Nikotínfíkn svolítið eins og að gefa litlum sætum hundi matarbita. Hann setur upp hvolpaaugun við fyrsta bitan og bara sætur. Síðan eftir því sem hann fær meira og meira, getur hann hæglega breyst í litla frekjudós.
Eftir því sem líkaminn fær meira nikotín, þeim mun heimtu frekari verður hvolpurinn. Og ef frekjudósin fær ekki stöffið sitt, hamast hún í þér alveg þar til þú gefst upp og gefur henni það sem hún að öskra á, meira nikotín. Þetta leiðir til þess að jákvæðu einkennin sem fólk fann í upphafi verða minni og minni. Í stað þess að bæta einbeitingu og vellíðan, þá er nikótínið nú notað til þess að minnka vanlíðan og pirring vegna fráhvarfs einkennanna. Leikurinn endurtekur sig margsinnis á dag. Eftir 1 til 2 klukkustundir hefur helmingur nikótíns horfið á braut. Þess vegna er frekjudósin eiginlega alltaf svöng. Hún verður heltekin af nikótíni. Það eitt að hugsa að nikótínið sé ekki til staðar getur valdið vanlíðan og pirringi. Á þessu stigi fer fólk að nota nikótín í einrómi oft á dag, þrátt fyrir að engin sérstök löngun sé til staðar, sem er augljóst merki fíkn. Í heilanum er eins konar kvíðastöð, sem við köllum mandla. Þar eru upptök kvíða, ótta, streitu, reiði og pirrings. Til hennar flæða stöðugt upplýsingar frá umhverfinu. Mandlan flokkar upplýsingarnar til að meta hvort umhverfið sé örugt. Ef þú ert bara í heimsókn hjá ömmu, róast mandlan og segir líkamannum að slaka á því allt virðist í himnalagi. Aftur á móti, ef þú mætir hrekkjusvíni á skólalóðinni, kveikir hún á streitukerfinu og kvíðanum. Dópamín lætur möndlinni líða vel og því heldur hún að nikótín sem losar dópamín sé góð lausn við svona vandamálum. Þessi stöðugi dópamínskortur sem nikótínið veldur ræsir svo kvíðastöðina í tíma og ótíma og þetta verður fljótt að vítahring. Við það geta allskyns óþægilegar og neikvæðar tilfinningar skotið upp kollinum. Ofan á þetta bætist að nikótín losar streituhormónið kortisol sem ræsir líka möndluna. Að nota nikótín eykur því líkur á kvíðaröskun, ofsakvíða og þunglindi. Nikótín getur líka truflað starfsemi framheilans sem veldur því að erfiðara verður að einbeita sér og halda athygli. Eitt sinn var gerð rannsókn á eineggja tvíburum. Ef annar tvíburinn byrjaði að nota nikótín, þá var hann mun líklegri til að greinast með athyglisbrest en sá sem notaði ekki nikótín. Á nikótíni verður líka erfiðara að stjórna tilfinningum sínum og taka góðar ákvarðanir og líkur á að gera eitthvað sem maður sér eftir aukast. Meira að segja hefur gráa svæðið í heilanum, þetta sem hrörnar við heilabilun hjá eldra fólki, mælst smærra í ungum heilum sem fá nikótín. Flestir unglingar þurfa 8 til 9 tíma svefn til að halda líkamanum hraustum. Nikótínið veldur alvarlegum svefntruflunum. Það styttir djúpsvefnin sem minnkar framleiðslu vaxtarhormóna. Við þurfum ekki bara vaxtarhormón til að stækka, heldur líka til að byggja upp vöðva og endurnýja líkamann. Frumurnar þínar eru á fullu í líkamsrækt meðan þú sefur, en með nikótíninu verða allir dagar frídagar úr ræktinni. Nikótínið truflar líka draumsvefnin, sem er mikilvægur til að muna allt það sem þú lærðir daginn áður og líka til að vinna úr tilfinningum. Auk þess er nikótín örvandi sem veldur því að þú sefur lausar. Heilinn er meira á varðbergi. Nikótín getur valdið æðasamdrætti í vöðvum og dregið úr getu í íþróttum. Súrefni og næring skerðast þannig að þú nærð ekki hámarks árangri. Þar sem nikótín er örvandi efni ræsir það streitukerfið og dælir adrenalíni út í blóðið. Í lungum er mikið af viðtökum fyrir nikótín. Það getur því valdið astmaeinkennum svo það verður erfiðara að anda. Í hjartanu þrengjast einnig æðar sem dregur úr blóðflæði. Það eykur líkur á hjartsláttartruflunum eða hreinlega hjartaáfalli. Þar sem nikótín er bæði basískt og æðaherpandi, þá getur það valdið rýrnun í tannholdi. Tannholdið verndar tennurnar og þegar það rýrnar veldur það hrikalegri tannpínu. Svo getur maður líka mist tennurnar fyrr. Öll þau sem prófa nikótín eiga á hættu að verða háð því. Helstu áhættuþættirnir eru að byrja ungur að fikta,
að eiga foreldra eða vini sem nota nikotín. Að hafa greinst með þunglindi, ADHD, kvíða eða aðra geðsjúkdóma. Lélegur stuðningur frá fjölskyldu eða félögum. Samfélag þar sem nikotín er viðurkennt sem eðlileg neysluvara. Nikotín hefur líka áhrif á ófædd og lítil börn. Ef móðir notar nikotín á meðgöngu er barni líklegra til að nota nikotín og önnur fíkniefni síðar á lífsleiðinni. Það eykur einnig líkur á ýmsum sjúkdómum og vandamálum. Lítil börn sem sjá eldri systkini eða foreldra nota nikotín vilja gera eins, en lítill kroppur þarf lítið magn til að verða fyrir alvarlegri taugaheitrun. Það er algjör óþarfi að bjóða frekjudós heim til sín og leyfa henni að stjórna lífið þínu. Mundu að þú ræður yfir þínum líkama. Hugsaðu vel hann. Nikotínsalar og framleiðendur lokka unglinga með litríkum pökkum og spennandi bragðefnum. Þeir vita sem að yngstu viðskiptavinirnir verða fljótt háðir og munu seint losna við fíknina. Þannig tryggja þeir sér viðskiptavinni ævilangt á kostnað heilsu og lífsánægju þeirra. Ekki láta blekkjast. Það er best að byrja aldrei. Með því sýnir þú líkama þínum virðingu. Það getur reynst erfitt að hætta að nota nikotín, en mörgum hefur samt tekist það. Fyrsta skrefið er að ákveða að hætta og sjá fyrir sér lífið án nikotíns. Talaðu við einhvern sem þú treystir. Þú getur líka alltaf leita til læknis eða spjalla við hjúkrunarfræðing á heilsuveru. Oft er erfiðast að hætta alveg. Stundum hjálpar að minnka nikotíni smám saman. Fyrstu dagana kviknar oft óstjórnleg löngun eða pirringur vegna fráhvarfseinkenna á meðan verið er að svelta frekjudósina. Þessi einkenni líða yfirleitt hjá á nokkrum dögum eða allt upp í 2 vikur. Eftir þetta tímabil tekum við annað þar sem löngun í nikotín kviknar við og við. Sérstaklega við þær aðstæður þar sem þú notaðir nikotín. Þessi löngun getur verið ansi sterk en frekjudósin þagnar venjulega á nokkrum mínútum. Hún þreytist hratt því hún verður máttlaus án nikotíns. Þetta tímabil getur staðið yfir í nokkra mánuði eða allt upp í 2 ár, en það er vel yfirstíganlegt. Á endanum gefst frekjudósin upp, tekur pokann sinn og fer. Hún nennir ekki lengur að abbast upp á þig þar sem þú hættir að veita henni athygli. Auðvelt er að auka eigið dópamín náttúrulega með heilbrigðu lífverðni og næringu. Farðu snemma í háttinn og náðu að minnstakosti 8 klukkustunda svefni. Svefn er eins og orkuskot fyrir líkamann. Afburðafólk í listum, vísindum og íþróttum nýtir svefn til að auka færni og ná meiri árangri. Aftur á móti ýtir svefnskortur undir pirring og kveikir á streitu. Hreyfðu þig. Með því að stunda líkamsrækt eykur þú dópamín náttúrulega. Finndu íþrótt sem þér þykir skemmtileg og fáðu helst einhvern með þér í lið. Borðaðu hollt fæði sem inniheldur næringarefni sem notuð eru til að framleiða dópamín. Egg, lax, lambakjöt, baunir, grænmeti, valhnetur, hörfræ, mjólkurvörur og kjúklingur innihalda allt sem til þarf. Að vera úti þegar sólin er hátt á lofti hjálpar til við að gera dópamínkerfið þitt virkara. Streita getur aftur á móti minnkað dópamín. Sjáðu til þess að þú slakir reglulega á, hittir vini og hafir gaman. Að hlusta á góða tónlist eða sinna áhugamálum eins og að spila á hljóðfæri, teikna eða horfa á myndir í góðum félagsskap getur losað dópamín. Það getur líka verið gott að skella sér í kalda sturtu eða pott. Það er nóg af sundlaugum hér á landi. Þar er nóg af dópamíni. Nú veistu vonandi hvernig nikotín getur haft áhrif á líf þitt og heilsu og hvernig þér getur liðið miklu betur án þess að bjóða frekjudósin í heimsókn. Því nikotín er allt annað en draumur í dós. Það er martröð í munni.